Gott að sjá ykkur og velkomin á United Reykjavík samkomi. Mér langar að bjóða ykkur að rísa á fætur þeir sem getið. Við ætlum að lofa Guði í kvöld og við ætlum að gefa honum allan fókusnum. Mér finnst mjög óþægilegt að tala með eitthvað tónlist. Getur þú sett svona? Já. Takk. Þetta, já, velkomin! Við ætlum að lofa Guði í kvöld. Það er gleði sem fylgir því að fylgja Drottni. Og já, við skulum bara byrja. Redding! Spaces, grace is waiting for you, and dance like the weight has been lifted, 'cause grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Bring all of the scars. Come back to communion. Come back to the start. Run into wide open spaces. Grace is waiting for you, and dance like the weight has been lifted. 'Cause grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Oh, freedom in your name.
Góða kvöldið. Velkomin á United Reykjavík. Yndislegt að sjá okkur. Nú eru þið búin að taka frá tíma og stund og eru hér og við líka og við ætlum að vera saman í kvöld og lofa Guð. Við ætlum að, ég segi oft, við tökum frá tíma til að lofa Guð. Við tökum frá tíma til að heyra Guðs orð. Undirbúið hjarta okkar, undirbúið jarðveginn, eins og maður sé að fara að gróðursetja, að einhver er að koma að gróðursetja eitthvað í góðan jarðveg. Ég hef alveg gróðursett kartöflur og ég fekk alveg pínu litla kartöflur. Og eitt ári var það þannig að við systur, ég og systir mín, við vorum að gróðursetja kartöflur á sitthvorn tíma og ég fór og keypti ykkur spesmold á Eyrarbakka út af því að það er eitthvað saltblandað, það er svo mikið salt í því. Þannig ég gróðursetti kartöflurnar mínar og systir mín hendi bara kartöflunum í moldina fyrir utan heima hjá sér. Og svo í ágúst þegar við vorum að taka upp og þá hlógum við mikið þegar hún var að tína upp alveg svona litla kartöflur. Og þá rifjaðist upp fyrir mig það sem að þegar Guð er að segja okkur með jarðveginn okkar. Að það hugsið ykkur líka ef það er smá salt í jarðveginum okkar. Að við erum saltið. Þú ert salt hérna á jörðinni. Ef það væri ekkert salt, hugsaðu þú að borða eitthvað gott og vantaði saltið, þá það svona bara, það var ekki alveg eins gott. En þú ert salt. Þú gefur umhverfinu þínu ekstra bragð. Það er eitthvað gott flavor í þér. Og það er ekki eitthvað, það er alveg einstakt. Það er eitthvað sem kryddbaukurinn hjá Guð, ef maður getur sagt það. Það byrjar að smakka til að, ég ætla að hafa laufið svona. Aðeins meiri pipar á laufið hérna. Þannig að við erum öll einstök. Og það er engin tveir eins. Meira þess að ég á barnabörn sem eineggja tvíburar og 2 stelpur. Það eru sko ekkert eins. Það eru bara mjög ólíkar, samt eru það eineggja tvíburar. Það er vegna þess að hvert og eitt okkar er með einstakt nafn, einstaka köllun, einstaka gjafir og enginn getur verið á þeim stað sem þú ert til að vera vitnisburður og ljós og salt inn í þær kringumstæður sem að vinir og fjölskylda eru. Þannig ég ætla að hvetja þig núna í lóðgjörðinni og okkur öll og við í lóðgjörðinni líka til að undirbúa jarðveginn okkar fyrir orðinu. Vegna þess að hann Björn Ingi sem ætlar að vera með orðið í kvöld er algjörlega einstakur. Og þegar ég var, fyrsta skipti sem ég heyrði Guðs orð predikað, það var þegar hann predikaði. Og það var út af því að ég tók frá stað á stund, eða ég óvart lenti í kirkju, en hann tók frá stað á stund þarna fyrir 34 árum síðan og ákvaða að predika og hlusta á heilagan anda og spurði heilagan anda hvað þetta predika og ég var í salnum og hlustaði og ég hugsaði með mér, hver var að kjafta í hennar predikara kall? Akkur veit hann að ég er hérna í salnum? Hvernig veit hann hvað hann átt að predika og það fór akkurat inn í mitt hjarta? Þannig undirbúði núna og segði bara heilagendi, drottning Guð, hvað viltu segja við mig í kvöld? Hér er ég. Notaði þennan mann til að tala og vera milliliður og milli þín og mín. Hana nú. Það er mikið á því lagt, Björn Ingi. Heyrðu, og bara þakkaði drottinn. Og ég þakkaði drottinn fyrir það áætlun í kvöld. Ég þakkaði fyrir það orð sem að þú bara ert að senda út núna. Og ég þakkaði það orði, það er lagt á stað. Og við segjum bara, come on, látt okkur hafa það. Takk drottinn að þú elskar okkur eins og við erum. Við þökkum fyrir hvern dag, við þökkum fyrir súrefni sem við fáum anda á okkur. Þökkum fyrir bara stað og stund. Og þökkum fyrir að við erum hér í kvöld. Og við erum elskuð af þér á hverjum degi. Og við bara fáum núna úthella ilmnum, lofgjörðum til þín. Að við elskum þig og þökkum fyrir hvern einasta dag og lífið og ástina. Takk Jesús og viljum biðja líka fyrir fjölskyldu sem að þar er svo virkilega á snertingu þinni í kvöld og barninu þeirra. Og við biðjum drottinn að mæta þeim, tala til þeirra, umvefðu þau með þinn kærleika og bara lækningu í Jesú nafni. Og svo leggjum við bara þessa stund og morgundaginn okkar í þínar hendur, í Jesú nafni.
Amen. Og svo erum við með posa. Ef þið viljið gefa í samskot og bökin. Bara, ég hlakkar ekki til að stíga inn í lofgjörð og heyra Guðs orð predika. Ég er mjög spennt. Þið ekki spenntir? Amen. Þú ekki spennt? Mjög spennt. Gunni alveg bara að missa sig á trombónum. Ég var rísa fætur. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to, and I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to, and I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Oh, thank you, Jesus. Explain, but there's nothing more real than this. The presence of God, oh, what my heart experienced when my shame hit the wayside and my sin hit the most high. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. The blood could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Thank you, Jesus. Striving for acceptance, let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy and righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, justified?
blóði sem að hreinsar okkur. Ég þakka þér, Drottinn, þegar við höfum fengið að kynnast þér, Faðir, að þá löbbum við öðruvísi og við tölum öðruvísi af því að það þú sem að hreinsar. Það þú sem að gera nýtt. Drottinn, þú tekur okkur úr myrkrinu inn í ljósið. Heilaði Faðir, við lofum nafnið þitt í kvöld. Við beinum sjónum okkar að hásæti þínu. Það sem að lausnina að finna, Drottinn. Takk, Jesus, við lofum nafnið þitt. Heilaður, heilaður ertu, konungur konunga. Takk, Jesus. Veröldin öll negin sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, því lofa við. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér. Heiðri þig, veröldin öll negin sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, því lofa við. Nú í sannleika ég tilbið þig. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér. Syngdu lov, halleluja, kom þú, Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú, Drottinn minn. Syng til lov, halleluja, kom þú, Drottinn minn. Fagna vil, halleluja,
lag sem heitir Center, en brúin í því lagi segir: ef líf mitt segir sögu, með að vera sagan hver þú ert. Ég bara, vá, af því að það alveg sama hvað gengur á í lífinu, ef við förum alltaf aftur að því að allt mitt líf þá ætla ég lofa nafnið þitt, þá verður sagan okkar svo sterk. Þannig að mín bæn Guð, að megi sagan sem fólk mun segja mig, megi það vera að hvað Guð gerði í líf hennar. Þetta svo sterk bæn og þetta breytir líka hugarfarinn okkar hvernig við lifum lífinu. Að eins og Björn Ingi sagði á bænastundinni, megum við vera himninum til sóma í kvöld. Það svaka sterkt. Það stundum gleymum við okkur. En því lengi sem við vöknum allan dag og hugsaum, takk Guð fyrir trúfestu þína. Ég lofa nafnið þitt og minnum okkur á að allt okkar líf, þótt það sé ekki alltaf þannig að við sjáum það, þá er Guð samt alltaf trúfastur. Og hann alltaf hinn sami í gær og í dag og alla eilíð. Og það ekki hann sem fyrir að breyta skoðun. Það ekki hann sem að fyrir að hann ekki núna. Hann alltaf trúfastur. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Syngjum þetta einu sinni enn, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Takk Jesus. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadows, I will not fear. I am not alone. I am not alone.
Amen. Yndisleg lofgjörð. Erfitt að sjá alla heitin salin núna. Heyrið þið vel í mér? Við sjáum þig. Ok, gott að heyra. Hvað margir sem eiga Biblíu í hendinni? Ok, hvað margir sem eiga ekki Biblíu? Það þurfa allir að eiga Biblíu. Við getum lesið í iPhone-unum eða hvaða nú er, en það er svo gott að eiga orð Guðs. Það skiptir öllu máli. Ég heiti Björn Ingi og ætla að vera með stuttan pistil hérna fyrir ykkur í kvöld og segja ykkur það sem Guð er búinn að leggja mér á hjarta. En það kom í huga minn saga sem ég sagði hérna fyrir mörgum mánuðum síðan, sem að ég held að sé sönn, en það var hérna mikill safnari í Bandaríkjunum og hann safnaði málverkum víðsvegar úr heiminum og hann átti gríðarlega mikið málverkasafn. Hann var giftur, átti eina konu, var mjög ríkur og vel auðugur og dag einn þá sonur hans kvaddur í herinn og tíminn líður, konan hans deyr og þau voru svona eldri hjón og svo gerist það á vígvellinum að sonur hans deyr líka og hann fær þessar hörmulegu fréttir að sonur hans sé látinn. Tíminn líður og einn daginn þá er bankað upp á og ungur maður stendur fyrir utan dyrnar og segist vilja eiga tal við hann og hann býður honum inn og þeir taka tal saman og hann segir: ég er hermaðurinn sem var vitni að dauða sonar þíns á víglínunni og fer að útskýra fyrir honum hvað gerðist. Það var nefnilega þannig að ég var stattur í fremstu víglínu, það var gríðarlega mikil ásókn á okkur og ég var komin í sjálfhöldu og dauðinn einn beið mín. Þá hleypur sonur þinn út á vígvöllinn, nær mér, tekur mig á bakið því ég var særður, hleypur með mig aftur í rétta víglínu en verður sjálfur í skoti. Þannig að hann deyr þarna við að bjarga lífi mínu, segir hann. Og þetta hafði svo mikil áhrif á mig, sagði strákurinn, að ég ákvað að teikna mynd af syni þínum eins og ég sá hann. Og hann teiknaði andlitsmynd á honum og ástæðan fyrir því að ég er komin hérna til þín þennan daginn, mig langar að gefa þér þessa mynd. Og pappinn var mjög snortinn, tekur myndina og horfir á hana og þakkar stráknum fyrir alveg innilega af öllu hjarta. Tíminn líður og gamli maðurinn fellur frá, deyr. Og það er haldið uppboð á þessari gríðarlega miklu söfnun sem hann átti. Málverkið sem ég sagði víðsvegar úr heiminum. Og það voru ekki bara einstaklingar sem að koma á uppboðið, þetta voru málverka fulltrúar ýmissa safna víðsvegar úr heiminum sem voru komnir. Það var rosalegu spenningur fyrir þessu málverkasafni sem að þessi ríki maður átti. Og áður en uppboðið átti að fara fram, þá segir uppboðshaldarinn: fá þögn í salinn, áður en hið raunverulega uppboð getur farið fram, þá allir að bjóða upp þessa mynd fyrst og sýnir mynd af syninum, syni mannsins. Og það er svona kurr í salnum, bara í burtu með þessa mynd og látum uppboðið halda áfram og það er svona, hann segir, slær í borðu og segir: við verðum að fá boðið þessa mynd, það er bara skipun, boðið þessa mynd. Og það er ennþá svona einhver kurr í salnum og hann segir: vill einhver bjóða eitthvað? Og það er einhver maður aftast í salnum sem segir $100 og hann segir: enginn vill bjóða meira. Og svo er bara fyrsta, enginn vill bjóða meira, annað og þriðja og myndin er seld fyrir $100. Og garðyrkjumaður þessa manns kemur labbandi fram, tekur við myndin af stráknum og nú hefstur raunverulega uppboð. Og allir mjög spenntir og þá kemur yfirlýsing frá uppboðshaldarnum og segir: það er boð frá eiganda safnsins að sá sem eignast soninn eignast allt safnið. Og þar með dó allt út og þessi garðyrkjumaður eignaðist allt safnið. En það er nefnilega þannig að sá sem eignast soninn, hann eignast allt, ekki satt? Og mér langar að tala um hennar son í kvöld og hver þessi Jesús raunverulega er. Og ég held við getum öll verið sammála um það að Jesús er mikilvægast og stórfenglegasta persóna mannkynssögunnar án nokkurs vafa.
Það er enginn í mannkynssögunni sem hefur haft eins mikil áhrif eins og hann. Við miðum tímatali meira að segja við þessa persónu. Lítum bara á nokkra staðreyndir. Hann hafði enga þjóna, Jesús, en samt kölluðu þeirra hann meistara. Hann hafði enga menntunargráðu, samt kölluðu þeirra hann lærimeistara og kennara. Hann hafði engin lækningalyf, samt kölluðu þeirra hann græðara og kraftaverkamann. Hann hafði engan her, samt óttuðust konungar og landshöfðingjar hann. Hann vann ekkert stríð, samt sigraði hann heiminn. Hann bjó ekki í kastala, samt kölluðu þeir hann herra. Hann réði ekki yfir neinu landi, samt kölluðu þeir hann konung. Hann framdi engan glæp, samt krossfestu þeir hann. Hann var lagður í grafhýsi, samt lifir hann í dag. Dauðinn sjálfur sem vitjar allra manna, hélt honum ekki. Ríki hans er ekki að þessum heimi, samt er það raunverulegt í hjarta þess sem trúir. Hann talaði kærleika og fyrirgefningu og þessi boðskapur hans hefur náð til milljóna og milljarða allan heim. Hann lofaði ekki veraldlegt ríkidæmi, samt er það þannig að þeir sem trúa á hann, þeir upplifa sig eiga fjársjóð lífsins. Hann hefur allt vald á himni og jörðu. Mér langar að fara til ritningarinnar og aðeins að skyggnast inn í heim þeirra sem voru með honum á þessum tíma sem hann gekk hér á jörðinni. Og ef við horfum aðeins til Jóhannesar sem var með honum í þessu 3 ár og hann við ströndina og hann heyrir þetta kall, fylg þú mér. Og þetta kall svo sterkt. Þessi maður sem hann gekk á jörðinu var allt öðruvísi heldur en allir aðrir, hann var sannur Guð líka. Fylg þú mér. Maðurinn leggur frá sér netin og fylgir þessum Jesú. Í 3 ár var Jóhannes með honum, sá kraftaverkin, sá hann gekk á vatninu, lægði vindinn og storminn. Í 3 ár var hann með honum. Hvað vill Jóhannes segja þennan mann? Jóhannes skrifar, þegar Jesús dáinn, upprisinn, stiginn upp til himna, búinn að sigra dauðan, syndina, þá skrifar Jóhannes eftir alla sína reynslu með honum, í upphafi var hann, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð og orðið kom niður til okkar og bjó á meðal okkar fullur náðar og blessunar. Jóhannes gekk með honum, hann vissi hann var elskaður. Jóhannes getur sagt, jú, hann var sonur Maríu og Jósefs. Hann upphafið öllu saman. Jóhannes, hans augu opnuðust á þessari vegferð með Jesú, þá opnuðust augu Jóhannesar að hann sá Jesú ekki bara sem mann, heldur sem upphafið öllum hlutum. Páll postuli sem var á sínum tíma að ofsækja þá sem að trúða á Jesú. Hann meiri sig að nefti þá í varðhald og lét drepa fólk. Hann horfði á fyrsta píslavottin deyja, Stefán, ungan mann, deyja fyrir trú sína. Á leiðinni til Damaskus að hneppa fleiri í varðhald, þá birtist honum allt í einu engill, mikið ljós af himni, Jesú sjálfur, og hann fellur á hestinum, hví ofsækið þú mig, Páll? Augu hans blindast og við þekkjum söguna Páli postula og hvernig hann síðan eignast trúna og fer víða veröld og boðar fagnaðarerindið. Hvað hefur Páll að segja Jesú? Manninn sem hann ofsótti, og einum stað segir hann upphaf alls og ekkert var til nema fyrir hans orð. Hann ímynd Guðs og hann segir í Hebreabréfinu, sest mér til hægri hliðar þú ó Guð. Hann sá Jesús sem Guð, hann fekk að upplifa hann þannig. Það eru svo margir í dag sem að segja Jesús, já, besti maður sem til hefur verið á jörðinni. Jú, rosalega flottu kennimaður, svakalega góða ræður og siðferðis boðskapurinn. Bara þú veist hvað hann gerði. Engin læknaðis marg eins og hann, gert eins mikil kraftaverk. Alveg rétt það sem allir eru að segja. En grunnatriðið og aðalatriðið þetta, hver er hann í rauninni og hvernig getum við kynst honum það átt sem hann er. Ég get kynst félaga mínum og við getum átt mjög góð samskipti og sem betur fyrir að þannig, en þegar við kynnumst Jesú, þá erum við komin á allt annan level eða allt annan stað í tilverunni og lífinu. Þá erum við búin að opna veröldina inn í himingeiminn og búin að finna tilgang lífsins
á bakvið allt þetta sem við erum. Það voru strákar að rífast í partí Guð. Ef hann til og ef hann ekki til. Og það var eitt sem greip fram í og sagði, strákar, hvað það að gera? 16-17 ára gamlir, sjáu þið heiminn. Og hann rétti svona títubrjónsaus, hérna jörðin. Og þið eru það þrátta það hvort að Guð sé til eða ekki. Og allur himingeiminn hérna í þessu herbyggi og fyrir utan allur himingeiminn. Við erum bara svo pínu lítið peð hérna. Og einhvers staðar hjá þessum nálarhaus eru við að rífast það hvort að Guð sé til. Come on. Guð og hefur alltaf verið, og það er fyrir ofan okkar skilning, en hann kom til þessara jarðar. Einhvers staðar las ég að jörðin, veitu hvað hann passar mörgum sinnum inn í sólina? 10 sinnum, 100 sinnum. Það þarf yfir 1 milljón jarðir til að komast bara inn í sólina. Og alltaf þessu óravídd sem alltaf hefur verið til sem Guð hefur skapað og í mikilli miskunn sinni og náð og kærleika ákvað hann sjálfur að koma hingað niður. Og hugsaðu Maríu Mey sem að sennilega 16-17 ára gömul þegar engillinn vitjar hennar og segir þú munt verða þunguð og fæða son. Það er búið að plana þetta frá upphafi Biblíunnar. Þeir eru að lesa allt Gamla testamentið og fleiri 100 spádómar að rætast þarna með komu þessa engils til Maríu. Nú Jesú að fara að fæðast, Guð sjálfur holdi klæddur. Þannig var hann að vera engetinn. Leið og Jesús fæðist inn í þessa veröld, hvað gerist? Það segir að margir herskarar englar birtust hirðunum út í haga. Það var ekki bara 3 englar eða 4, það verið 100 eða 1000 engla sem hópaði dýrsi Guð í upphæðum þegar nú voru þóknast að vitja mannsins. Og þeir hlaupa til Betlehem og sjá barnið liggjandi í jötu. María búin að upplifa þessa stórkostlegu hluti og Jósef líka. Strax þarna þá segir engillinn við Jósef, farðu með drenginn og móðurinn í burtu, því að Herodes á leiðinni. Myrkra höfðinginn, hann til. Það til ríki Guðs og það til ríki myrkusins. Og ríki myrkusins, það reynir að sækja náttúrulega á alla menn. Vill eiga sína læri sinna líka. Og það barátta soninn, hann mátti helst ekki koma inn í heiminn. Og ef hann kemist inn í heiminn þá átti að útiloka strax að hann gæti gert það ætlunarverk sem að himnunum var ætlað. Sæði mitt, sagði Guð í upphafi Biblíunnar, sem Jesús, mun merja höfuð þitt, sagði hann við myrkrahöfðingjan, en þú munt merja hæl þess. Og þegar þau flýja til Egyptalands, hugsaðu ykkur, þá segir spádómurinn, það mun vera harmakvein í ramma. Herodes fær fréttur það að konungur gyðinga munu fæðast þarna. Hann fær einhvern veginn fréttur það. Og hann sendir hermenn til Betlehem og lætur drepa öll sveinbörn 2 ára og yngri. Tugir ef ekki 100 sveinbörn að liggja í valnum. Býtu, akkur þetta barn svona mikilvægt? Þegar þau komið með hann í Jerúsalem til að blessa hann þegar hreinsunardagarnir voru yfir samkvæmt gyðinga lögmálinu, þá segir þegar þau koma til Jerúsalem og færa barnið inn í musterið, þá þar maður sem heitir Símeon, mjög gamall maður, réttlátur og guðrækinn og vænti huggunar Ísraels, og yfir honum var heilagur andi. Og hann hafði heilagur andi vitnað að hann skildi ekki dauðan sjá fyrr en hann hefði séð Krist drottinn. Og hann kom til andans í helgidóminn þegar foreldrarnir voru að færa Jesú fram og hann segir hátt svo allir heyra. Núna, segir hann við Guð, getur þú látið þjón þinn fara í friði eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberra heiðingjónum og til vegsendar líð Ísrael. Og ég sem stórkostlegt, María heldur á honum og Jósef hann líka, og að heyra þessi orð. María fekk að upplifa öll þessi kraftaverk, sjá son sinn gera þessa stórkostlegu hluti. Hún fekk líka að standa við krossinn og sjá hann gefa sjálfur upp andan. Það var enginn sem drap hann eða deytt hann. Jesús ákvað sjálfur á krossinum að gefa upp andan, og við fyrir nánar út í það kannski á eftir, en ég var að hugsa það þegar María að halda honum sem lítið barn, viss hún þá að þegar hún kyssti hann á ennið að hún var að kyssa Guðs son.
Hún hélt á sjálfum Guði í hendunum sem var komin til að vera maður, til að deyja fyrir mig og til að deyja fyrir þig. Pétur var einn af þeim sem að gekk með honum og hann var ótrúlegur nagli og svona fljótur að gera hluti, gekk með honum þessi 3 ár og hann fekk að upplifa líka fylg þú mér, lagði frá sér verkin og fylgdi eftir Jesú. Og einum stað kemur hann til Jesú og segir við hann, hvers oft á ég að fyrirgefa bróður minu sem gert hefur á móti mér? Og Jesú segir við hann, Pétur, ekki 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Pétur held bara svona 7 sinnum, það er nóg að fyrirgefa einhverjum, þá get ég byrjað að berjast á mótið að gera eitthvað, að hefna mín eða eitthvað. Ávallt á alltaf vera tilbúin að fyrirgefa. Sá sem kom frá himni og ákvað að fyrirgefa öllu mannkyni, stendur frammi fyrir Pétur og segir, vertu alltaf tilbúin að fyrirgefa. Ef þú fyrirgefur ekki Pétur, þá ertu að skada sjálfan þig. Lifðu fyrirgefandi lífi, Pétur. Lifðu fyrirgefandi lífi, Pétur. Fyrirgefðu sjálfum þér og fyrirgefðu öðrum, gangdu þannig í gegnum lífið. Seinna, þá lendi Pétur í þeirri hræðilegu aðstæðum að svíkja Jesú 3 sinnum. Og Jesú var búinn að segja það við hann. Pétur var búinn að segja, ég mun aldrei fara frá þér, aldrei svíkja þig, aldrei. Áður en haninn galar, Pétur, þá myndu hafa svikið með 3. Hugsaðu ykkur sorgina í lífi Péturs. Hann gangaði gegnum þetta í 3 ár búinn að vera með honum og búinn að fá kennslu fyrirgefninguna og sjá hvernig Jesús bregst við hinum ýmsu aðstæðum. Nú lendir hann eins og sítróna sem kreist og þá kemur súri vökvinn út. Og það er oft þannig að við lítum vel út á yfirborðinu, en þegar við lendum í þrengingum, þá erum við kreist og þá kemur oft súri vökvinn út. Og þarna kom súri vökvinn út hjá Pétri. Og hann gekk út fyrir múrin sem þarna var og hann grét beisklega. Hann gat ekki snúið þessu við, atburðarásin var orðin, en það er leið út úr öllum atburðarásum með Jesú. Það er leið út úr þeim öllum. Og Pétur fekk að upplifa stórkostlega nærveru Guðs og fyrirgefningu og síðan bara 40 dögum eftir að Jesús er farinn, búinn að vera með þeim í 40 daga uppreisinn, þá er Pétur, þessi maður sem sveik hann 3 sinnum, að predika í Jerúsalem og 3000 manns frelsast á einum degi. Bara maður, vá, hvað er að gerast? Í Mattheus 18, þá segir Jesús við Pétur, hvert segja menn mig vera? Og Pétur, áður en þeir svara, þá segir Jesús, segja sem mig vera spámann, eða Elía, eða hvert segja menn mig vera? Og þá segir Pétur og stígur fram, hann var alltaf fljótur að gera stundum, þú ert Kristur, sonur lifandi Guðs. Hann hefði getað sagt sonur Jósefs eða Maríu eða eitthvað slíkt, þú ert Kristur, sonur lifandi Guðs. Hann var búinn að fá opinberun inn í sinni hjarta hver hann var. Og Jesús segir, á þessari opinberun, á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Þannig að við sem erum hér erum að byggja upp kirkju Krists, við byggjum á þessari opinberun, þetta er undirstaðan. Hann er sjálfur Guð, kom til jarðar til að deyja fyrir allt mannkyn. Það var svo merkilegt að fyrir mörgum árum síðan þegar ég var að fermast, þá var ég staddur í Neskirkju og ég man ekki hvort ég var að fara í fermingafræðslunni eða út úr fermingafræðslunni, að í ganginum í Neskirkju var svona stytta af Jesú, krossfestur svona, þetta var tréstytta, kannski svona stór upp á svona hillu og í þá dag var ég nú ekki mjög hár, þannig ég horfði upp og ég sagði, Jesús, af hverju, hugsaði ég með mér, af hverju stekst ekki niður á krossinu? Af hverju sýndur ekki bara öllum að þú bara ert yfirnáttúrulegur og getur gert alla hluti? Af hverju þessi auðmýkt? Af hverju þessi lítillækkun? Voru að hæða staðunum og stígðu niður á krossinum og bjargaði nú sjálfur eins og þú bjargaðir öðrum og þarna var hann á krossinum. Svo heyrði ég líkingasögu, bara þú veist þegar ég var nýkominn til trúar, stutt eftir ég kom trúar, svona saga sem að þið kannski hafið heyrt. En það var konungur í ríki sínu sem að lifði í mjög réttlátu ríki og hann setti lög og reglur í ríkinu og hann sagði, skulum bara framfylgja lögunum og það mun öllum líða vel og lögin voru létt og voru engum byrði. En ef einhver brýtur lögin, þá er refsingin 39 vandarhögg eða svipuhögg á Ráðhústorginu. Tíminn leið, mánuður liðu og einn daginn eru lögin brotin.
og þjónn konungs kemur hlaupandi inn í konungshöllina og segir, herra konungur, lögin voru brotin. Þorvaldur Halldórsson heitinn söngum þessa dæmisögu. Lögin voru brotin og konungur segir, leiðir sökudólgin inn. Við verum að réttlæta lögin og við verum að refsa þeim brotlega. Og þjónninn svona hopar og segir, herra konungur, þín eigin móðir braut lögin. Og það þyrmir yfir konung, orðrómurinn kvisast út bæinn og borgir allstaðar í kring. Móðir konungsins braut lögin. Og það mikil svona spenna í loftinu og það ákveðin dagur sem refsingin skuli fara fram. Og það múgur og margmenni mættir á torgið. Og konan leitt fram, móðir konungs, hún bundin við stólpan. Konungur á pallinum og hann gefur merki það að svipuhöggi megi fara fram, en þegar svipan hvín í loftinu, þá vippar hann af sér hempunni og leggst yfir bak móður sinnar og öll höggin 39 lent á baki konungsins. Það sá allir að refsingin var tekin út. Réttlætinu var fullnægt. Í upphafi braut maðurinn lögmál Guðs og refsingin var dauði, synd, sjúkdómur og allt þetta böl sem við erum að sjá í mannkyninu í dag. Það var engin leið út úr þessu. Jesús, af hverju lestu þá gera þetta við þig? Ég 12 ára gamall í Neskirkju. Allt í einu skildi ég að hann varð að taka út mína refsingu. Ég bara, vá. Hans bak, hans hendur, hans dauði kom í minn stað. Þannig í dag á ég líf, eilíft líf. Og þetta fagnaðarerindið sem að lærisveinarnir fóru út með. Hugsaðu ykkur hryggðina sem var yfir þeirra brjósti. Þeir skildu þetta ekki, þeir skildu ekki spádómana þó að Jesús væri með þeim og útskýrði fyrir þeim. Ég verð að fara á krossinn. Tíminn er kominn, stundin er kominn. Ritningin segir það, ég er að uppfylla réttlæti Guðs. Ég ætla að taka á mig dauða þinn, Pétur, dauða þinn, dauða allra manna. Ég ætla að bera synd mannsins. Það er engin maður í þessari veröld sem getur sagt ég er syndlaus. Við fæðumst með bakið í Guði. Við finnum það að það vantar eitthvað upp á. Við finnum það að ef við ættum að mæta Guði, þú veist, við erum ekki alveg á réttum stað. Jesús kom til að setja þig á réttan stað. Og það er alveg sama hvað þú ert búin að ganga í gegnum í lífunni í dag. Hver þín ganga er, hvað þú gamall ert eða ung þú ert. Jesús hefur séð þig og er með tilgang, uppörvun og hvatningun í líf þitt. En númer 1, 2 og 3 er hann hér í kvöld til að mæta þér ef þú þekkir hann ekki. Ef þú veist ekki hver Jesús er, eins og ég er búin að vera að útskýra, þekkir hann sem góðan mann, þú viðurkennir hann hafi verið til, hann hafi mjög fagran boðskap að flytja, en þú myndir svara allt öðruvís ef hann spyrði þetta, hvert segja menn mig vera? Myndir þá hjarta þitt hoppa út eins og hjá Pétri, þú ert sonur lifandi Guðs, Kristur Jesús sonur lifandi Guðs. Hann með algjöra samfæringu. Þannig ef að þú ert á þeim stað í kvöld að þú þekkir ekki Jesús sem þinn persónulega frelsara, þá ætla ég að bjóða þér að koma hér fram og biðja með þér þannig að þú megir eignast hann inn í þitt hjarta og ganga lífið með honum. Tíminn er í dag. Leðu þú fæðist inn í þessa veröld, þá byrjar tíminn að tifa þangað til þú deyrð. Það er 100% dánartíðni í dag. 100%. Jesús kom inn til að grípa inn í þína atburðarás og gefa lífi þínu tilgang. Við erum eins og blómið á sumardegi sem er mjög fallegt og skartar sínu fallegu litum en er fallið að hausti. Blómið getur verið misjaflega fallegt. Sum blóm eru strax farin að fölna því að það vantar, eins og hún sagði Laufi hérna, jarðveginn. Það vantar grundvöllin, en önnur blóm blómstra. Þegar þú fær tilgangin með lífinu og skynjar þessa veröld og farð að upplifa hana inn í þínu hjarta, þá breytist öll tilveran, þá breytist þín ganga í lífinu. Þá er þetta allt í hennu orðnir, ekki bara ég einn, heldur ég og hann. Þannig var það þegar ég eignaðist lífið, minn fyrsta dag eftir að ég frelsaðist, daginn eftir ég mætti í skólan í high school í Bandaríkjunum þegar ég var staddur þar, þá var bara eins og kveikt á peru. Bara wow, þú veist, ég og hann erum allt í náttúrulega vinir og þetta var ekki eitthvað sem að ég bjóð til, þetta var bara, ég hef alltaf fundið mig fjarlægan, nú allt í hennu var ég nálægur. Það var ekkert með mig að gera, eða verkin mín, eða reyna að gera eitthvað, það var allt með hann að gera, en ég varð að opna hjarta mitt.
Og svo það líka þannig sem að mér langar að tala til annars hóps af fólki hérna í kvöld. Nú þú kannski búin að ganga þannig göngu í lífinu að ég veit ekki hvar þú ert staddur, kannski ertu komin í strand einhvers staðar, kannski ertu líka búin að vera að upplifa Guð í langan tíma og búin að vera dálítinn tíma núna bara svona í nútral eða bara í hlutlausum gír, veist ekki hvað þú ert að gera, þú veist, jú, þú ert kristinn, þú ert að ganga veginn með Guði svona upp að vissu marki, en hjartaði þér ekki alveg eins og það svona, er ekki að fylgja Guði og þú veist það er eitthvað meira sem Guð vill handa þér. Og kannski er eitthvað sem stendur í vegi fyrir því, kannski er það eins og með Pétur, erfitt með að fyrirgefa sjálfum þér sem þú ert búin að ganga í gegnum eða ert að naga því handabækið, þú ert búin að vera of lengi í einhverju vitleysu, eyða dögunum, þessum dögum sem þú átt hér á jörðinni í einhverja flækju, í einhverja vitleysu, nú er tíminn til að segja, ok Guð, takk, mér langar að snúa blaðinu við. Og það er hægt með hans hjálp og það sjáum við með kraftaverk eftir kraftaverk eftir kraftaverk í ritningunni, ekki bara þar heldur allar götur síðan og nú er fagnaðarendi komin til okkar og við vitum það eins og hann kom og ritningi segir fyrir það, skapaði alla hluti og hann kom og svo segir hann við lærisveinana, ég mun koma aftur, ég kem aftur. Og ég trúi því að það sé mjög stutt í þessa komu. Við sjáum hvernig ofbeldið og vonskan í heiminum er að vaksa og ólgan mikil, en þá á sama tíma er alveg gríðarleg vakning á mörgum stöðum núna og ég vil trúa því að núna á Íslandi, og ég tala það út í trú, að við munum sjá mikla og stóra hlutir gerast núna á næstu mánuðum og árum. Við munum sjá vakningu eins og við höfum aldrei séð áður. Ég fekk að sjá vakningu hér í þessu húsi þar sem við vorum með, þú veist, kannski 500-600 manns á sunnudegi á 2 samkomum. Við eigum eftir að sjá mikið meiri hluti en það gerast. En sáðkornið er í þínu hjarta, orðið er á þínum vörum og við erum kirkja hans. Við langar að biðja tónlistafólkið að koma hér upp og ég vil standa með mér í trú fyrir vakningu. Og áður en við biðjum fyrir ykkur sem að komi hérna fram, þá langar mig til að við rísum úr sætum. Drottinn Guð, og ég mig langar að biðja þig að vera með mér núna, segðu þetta eftir mig. Drottinn Guð, við biðjum fyrir vakningu. Að hundruðir og þúsundir Íslendinga og annarra sem búa hér megi eignast trúna, læknast og upplifa kraft þinn og kærleika og fyrirgefningu. Og megi ég vera verkfæri í þessari áætlun þinni. Í Jesú nafni. Amen. Takk Guð. Ef að þú þekkir ekki Jesú og vilt eignast lífið, og ef að þú í þessum aðstæðum líka sem að ég var að nefna, að það er ykkur fyrirstað, þú er búin að vera stopp og vilt fá fyrirbæn, þá er hérna fyrirbeðendur og ég líka til að hjálpa til. Þá komið hérna fram núna og í lokin þá bara biðjum við fyrir ykkur trúum krafti Guðsinn í líf ykkar. Englar Guðs eru hér, andi hans er hérna og Guð er að vinna kraftaverk. Það getur ekkert stoppað áætlun hans, ekki þú, ekki neitt. Hann ætlar að gera undur og tákn. Þannig að ég bara hvet ykkur til að koma hérna fram ef þið viljið fá fyrirbæn í Jesú nafni og fá fyrirbeðendurna til að koma hérna. Kannski verið bara með létta tónlistundir og við biðjum fyrir fólki. Enn og aftur ef þú þekkir ekki hjarta Guðs, þú finnur það að vera að banka á þitt hjarta, komdu þarna fram og leiðu okkur að biðja með þér. Í Jesú nafni.